Hér mat okkar á aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum frá 2020. Ég byrja, ég heiti Sigurður og svo kemur hún Sara Þrastardóttir á eftir og hann Kári Kristjánsson og Ágúst Arnórsson í lokin. Ég ætla að gefa svona smá yfirleitt. Skoðum 22 aðgerðir, það voru 48 í þessari aðgerðaáætlun. Þessum 48 aðgerðir voru það sem var í gangi hvað sem var, menn eignuðu sér. Og við skoðum akkurat þessar aðgerðir og það eru nú skýringar á því. Við horfum bara á svið sem á beinni ábyrgð Íslands sem kallað er. Við horfum ekki á flug eða stóriðju sem versla með losunarheimildir á Evrópumarkaði. Sumar af þessu 48 aðgerðum eru reyndar mótaðar. Það er svona átt að sjá þeim. Og aðrar er erfitt að meta. Það er erfitt að mæla árangur af fræðslu átaki. Og það sem við erum að gera er að finna, kalla kostnaðar og ábatamat, bara finna gera þessar verða aðgerðir, það er allt talið til þess að okkur velferð okkar vaxi, okkar allra Íslendinga eða nýtt. Og við gerum ráð fyrir því að leitt af því sem hefur áhrif á þessa velferð er losun á gróðurhúsalofttegundum. Og hún er verðmetin í samræmi við þetta verð á þessum fyrrnefnda markaði, Evrópumarkaði með losunarheimildir. Þannig að hún er losun af einhverju sem við gerum. Hún hefur áhrif á matið, en það er líka ýmislegt annað sem hefur áhrif. Ef það væri bara losunin sem skiptir máli, þá væri bara einfalt. Við bara skoðum hvað tilteknar aðgerðir dragi mikið losun og þar með væri matur búinn. Við metum allt mögulegt og losunin er bara eitt af því. Við erum með verðmat á losuninni sem við getum svo og lagt. Sömu sleppum við matinu sem fólk vildi kannski hafa. Sumt af því er bara að því að á heimaðar, aðgerðir hafa þess áhrif á ásýnd lands, góð eða slæm. Sumar aðgerðir geta stillt líffræðilegri fjölbreytni eða fjölbreytni lífs. Hvort ekki er hægt að meta, en svona okkar kostnaðarrammi leyfði ekki alveg slíkt mat, þannig að matið er ófullkomið. Annað er ekki í þessu mati af því að það á hreinlega ekki heimaðar að okkar þannig. Við vilja horfa á margfeldisáhrif, á störf af einhverjum aðgerðum. Við gerum það ekki, við drögum alltaf kostnað frá tekjum af tilteknum aðgerðum. Við lítum ekki á sparaðan gjaldeyri sem meira virði heldur en bara hvern annan pening. Það er ekki markmið sjálfu sér að spara gjaldeyri, þannig að markmið er bara pening, það borgar sig. En sko við viljum ekki loka á innflutning frá útlöndum. Við fáum út einhverja tölu á hverja aðgerð sem er annaðhvort pósitív eða negatív og þessar tölur sem í plús, það er þetta á þessar aðgerðsvið. Hún borgir sig, annars tap á aðgerðinu. Og okkur finnst að ég að nota okkar niðurstöður líka út frá sjónarhóli loftslagsvárinnar að með því að hætta við óhagkvæmar aðgerðir þá má gera meira af því sem borgar sig. Leggja í aðgerðum tilkostnaði sem tap er á og minna svigrúm til að gera það sem afgangur af.
Þetta allt byggt á einhverjum forsendum sem á toga og þegja og deila Eitt af því sem liggur alls ekkert svona, ekkert einhugur hvað það eigi að vera, þessi núvirðingarvextir, af því við erum að meta hluti sem hafa áhrif langt fram í tíma og við metum hvað sem gerist í langri framtíð, metum það ekki eins mikið sem það sem næst okkur. Við erum 5% núvirðingarvexti. Nordhaus heitir maður sem var fékk Nóbelsverðlaun í hagfræði fyrir nokkrum árum fyrir rannsóknir sínar á áhrifum loftslagsbreytinga. Hann mælir með 4% raunvöxtum fyrir Bandaríkin, hærri vöxtum fyrir aðra og eins og við vitum hafa vextir verið háir hér á landinu eða ekki gengur annars staðar. Sjáum að Bandaríkin stóð miðar við 7% vöxt í sínum reikningum, Evrópusambandið fyrir 4%. Við erum ekki út úr korti með þetta. Það líka rökkur í reyndar að vexti breytist með áhættuverkefna, við gerum það ekki, við erum alltaf með þessu 5%, en við erum þá með í lok hvers kafla næmnigreiningu, segjum það hvað vexti við þurfum að hækka eða lækka til þess að við fáum aðra niðurstöðu. Þannig að við sjáum það áhrif þessara forsendu. Önnur lykilforsenda náttúrulega verð á tonni af koltvísýringsígildum, eins og ég sagði áðan við verð á losunarheimildum í Evrópusambandinu með versla með þessar heimildir. Útgáfan miðað við, var hugsuð þannig í upphafi að dragi úr henni, þannig að hiti hækkaði til meira en 2 gráður og þetta innbyggingar. Það var viðmið. Við notum verðspá breska umhverfisráðuneytisins frá 2011, þótti gömul spá en hún hefur reynst nokkuð vel fram á þennan dag. Og hún gerir ráð fyrir því að verðið á þessum losunarheimildum hækki 5–10% á ári, þar því að á þessum markaði sem hefur verið að versla með losunarheimildir, fyrir flug og stóriðju og aðra, þá alltaf verið að draga úr útgáfunni á ári þessum hækkar verði. Við vitum það líka í alþjóðasamningum sem Ísland á aðild að, þá ekki tekið eins á losun á gróðurhúsalofttegundum og bindingu. En hjá okkur þá matið alltaf það sama. Hvert tonn af CO2 og ígildi þess alltaf jafn verði mikið. Það má deila þetta. Við erum misbundin af fyrir eftir því hvað við erum að gera. Erum við að binda kolefni eða erum við að losa það. Næmnigreining, það gefnir líka næmnigreining í lok hvers kafla. Þannig að geta séð hvað það verðið á losunarheimildunum að hækka mikið eða lækka til þess að niðurstaðan breytist. Okkar mat, það ekki gefið þó að við teljum flest að það sé verið markmið að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Það ekki gefið að aðgerð sem miðar að því sé borgi sig. Og við erum hérna leiðrétta markaðsverð. Við erum úthrif, vond úthrif, vond áhrif á aðra af því að við brennum bensíni og það þarf og olíu og gerum annað sem hleypur út þessum gróðurhúsalofttegundum og það þarf að leiðrétta það einhvern veginn. Og eðlileg viðbrögð eru þá að leggja á einhver skatt sem nemur þessum skynsamlegu mati á þessum vondu úthrifum sem markaðurinn sem nær ekki utan. Og þá það eðlilegt að setja á eitthvað kolefnisgjald. Við á tjóninu í sínum gjörðum, en auðvitað heldur þessi losun, hún stjórnar ekki lífið þetta. Og stundum borgar sér hreinlega bara öllu samanlögðu að halda áfram að brenna kolefni. Dæmi það, þannig að þetta ekki alveg, það deilt þetta, öðru haldið fram með hvað sig. Kolefnisáhrif á einhverjum skipum eru sárarík. Þannig að með við skynsamlegt mat á áhrifunum af losuninni, þá hefur kolefnisgjald ef kolefnisgjaldið er í samræmi við skynsamlegt mat, þá hefur kolefnisgjald á skipa, olíu, sáralítil áhrif á einhverjum. Annað dæmi, við vitum það að rafmagnsbílar lækka í verði, batterín eru lækka í verði,
fyrir að vera hagkvæmustu valkosturinn fyrir flesta verða þá á næstu árum, hvernig sem það er reiknað, en það nánar eftir. En þeir verða væntanlega áfram til sem taka bensín- og dísilbíla fram yfir og ég myndi halda á taflamenn og vilji áfram hafa bensín á bílnum eða dísil frekar heldur en rafmagn. Þannig að smekkur mann er misjafn. Sko, þetta skiptir máli af því að það er þarna eitt dæmi þar sem að okkar dómi er inngripið umfram tilefni. Sko, þegar kolefnisgjald er lagt á bensín þá taka ökumenn eðlilegt mið af gróðurhúsaáhrifum ef kolefnisgjaldið er í einhverju samræmi við tjónið sem losunin veldur. Og reyndar er það þannig að með þetta mat okkar á áhrifunum þá er svigrúm til að hækka það kolefnisgjald sem er lagt á núna. Og hratt áfram á næsta ári. En hvað gerist ef hvatarnir eru umfram tilefni? Er þetta gera of mikið af því sem gott er? Við segjum já, við og stjórnendur veita undan þá þeir sem kaupa rafbíla, þeir borga ekki virðisaukaskatt, vörugjöld sem lagðir á aðra bíla og vegagjöld. Og þetta verður þess að fólk kaupir rafmagnsbíla þegar bensínbílar væru líklega, eins og þið kemur fyrir, það er smekkur fólk sem misjafn og þarfir, en líklega verða allir þessi styrkir til þess að fólk kaupir rafmagnsbíla þegar bensínbílar væru líklega hagkvæmir þegar allt væri rétt reiknað. Og líka verður allir þess á endanum að fólk kaupir fleiri bíla heldur en það myndi ætla að gera því að rafmagnsbílinn verður og endanum bara ódýrari heldur en bensínbílar myndi vera án þessara niðurgreiðslu. Hérna er mynd, þetta er í skýrslunni þið þurfum kannski aðeins átt ykkur á henni, þetta er spurningu það með fólk er að kaupa einn bíl og við erum að skoða á bensínbíl og sambærilegan dísilbíl. Og þetta eru milljónir hérna þetta. Og við fengum upplýsingar um verð á nokkrum bílum þar sem svona svipaðir bílar voru í boði, bæði með rafmagni og bensínheltis. Og hérna bláa línan sýnir, og þetta eru árin hérna, 2019, 2030. Þetta er sem sagt gagnvart neytendum og borgar sig núna 2022 og svolítið afgangur af því að fyrir svona meðalmannir með skorti að kaupa rafmagnsbíl umfram sambærilegan bensínbíl. En það gera það flestir núna. Og þessi afgangur fer vaxandi af því að batteríin lækka í verði. Þessi batteríin lækka í verði 10-15% á ár. Við hafa gert það, það er mestum náttúrulögmann hefur gert það í árið. Og þau eru stór hluti af kostnaðinum. Hérna er eins og þessi þjóðhagskostnaður. Hann er okkar dómi verið menn þá í tapi samkvæmt honum fyrir þennan meðalmann það smekkur misjafn eins og við vitum. Og samkvæmt þessum mati þá er ekki þjóðhagslega hagkvæmt að kaupa rafmagnsbíl fyrir en 2025-2026. Ég held að sko línurnar hérna eru teiknaðar eftir okkar kostnaðarmati en ég held að línurnar sé í raun og það er reynum að línurnar eru í raun brattari. Þessi lína ætti að vera lægri hérna fyrsta árin, hærri síðustu árin og báðar línurnar reyndar af því að það er ýmislegt að batna í þessum rafmagnsbílum, þetta er ekki sama varan, innviðið batnaði, fleiri hleðslustöðvar. Það er til að komast lengra á hleðslunni og svo eru líka bara fleiri sem á góða reynslu af þeim og við þekkjum fólk sem hefur notað. Við vitum ekki hversu miklu. En við teljum að styrkirnir, hérna er áfram, hérna er spá okkar kaup á rafmagnsbílum eða það er engin styrkir og hérna spá okkar það og náttúrulega þá raun síðustu ára, hvað mikill hluti af öllum bílum sem keyptir eru rafmagnsbílar. Við teljum að það er svona kannski hærri tala núna fyrir 2022 heldur en við spáum. Spáin er svona sirka helmingur, ég held að það sé hærri tala þar sem aðeins 2022 en yrði miklu minna lægra hlutfall eða væri ekki þessi stuðningur. Við teljum að stuðningurinn flýti skiptunum yfir í rafmagnsbíla svona 5-10 ár.
niðurstaðan eins og við sáum, við kaupa rafmagnsbíla þegar aðrir bílar eru hagkvæmari, kaupa fleiri bíla heldur en ella. Nú hallar aðgerðin að okkar dómi sem náttúrulega umdeilanlegur, 35–40 milljarðar króna. Rafbílar hefur verið rætt, rafbílamenn eru náttúrulega ekki hrifnir af þessu mati, að það borgi sig ekki að styrkja rafbílakaupin mikið eins og við höfum gert. Og það hefur bent á að eftirlit gerir ráð fyrir því að fólk hlaði bílana oftar í hraðhleðslustöð heldur en rétt sé. Og svo hefur náttúrulega bensínverðið það hefur líka hækkað mikið á þessu ári. Það gerir ráð fyrir því að við notum hraðhleðslustöð í 1 skipta hverjum 10 en ekki 1000 skipta hverjum 10 eins og við höfum reiknað með. Og gerum líka ráð fyrir að meðalverð á bensíni sé eins og það var núna í gær eða fyrradag í stað 282 króna á lítrann eins og við höfum búist við. Þá minnkar þessi halli úr 39 milljörðum í 34,5. Þetta munar sem töluverðu en það hvernig stuðningurinn settur upp, hann þannig að mínu dómi minnst hvort að það á ekki að koma óvart að þetta sé aðgerð sem tapir á. Ríkið eyðir mjög verulegum fjárhæðum í að styðja við þessu kaup. Má koma með spurningar? Já. Ég má bara velta fyrir mér með infrastruktúrinu, það sem verður að gera með þessu. Þetta er að hluta til bara þáttur því að greiða með infrastruktúrinu, þannig að það spurning hvorum megin jöfnuna það kemur, það er ódýrara að byggja upp hleðslustöðvarnar vegna þess að það eru fleiri kúnnar vegna þess að það eru fleiri bílar. Já. Og það myndi þá ganga mun hægar að gera það upp og eru dýrar að byggja upp hleðslustöðvarnar saman. Þannig að það má segja hluti af kostnaðinum við að byggja upp hleðslustöðvarnar að hann kemur fram í þessum niðurgreiðslum frá ríkissjóði. Já, það er að vísu lítill hluti af stuðningnum, nokkrir milljarðar sem fara í þessu uppbyggingu. Við ræðum það nú aðeins að þetta sé nú kannski það sé meiri rök fyrir því að styðja við uppbyggingu á þessum innviðum heldur en það beinlínis að niðurgreiða sjálfa bílana. Það er svona forsenda fyrir því að þessi breyting verði og þannig að það er í sjálfsögðu réttlætanlegt, hins vegar það er alltaf erfitt að vera fyrstur, við vitum það, en það er samt þannig að við höfum gengið gegnum alls konar tækni í einhver, það er á endanum, ef þær eru betri heldur en það sem er á undan þá koma þær, og það er erfitt að vera fyrstur geislaspilara þegar ekki allir eru byrjaðir að gefa út geislaplötur og svo framvegis. Við erum bara að halda með það að rafmagnsbíll blásir minna CO2 út eftir bensín. Já, það er okkar mann. Það er Ég kom frá Massachusetts. Já. Og það er 68% af rafmagn í Massachusetts er rafmagn með gasi. Já. Já, við erum náttúrulega með það í íslenskan. Það er og ég held að sé þannig, ég man ekki alveg töluna, en það er ef maður á rafmagnsbílinn í meira en 2 ár, þá held ég að þá var hann farinn að draga úr útblæstri. Gerð rafmagnsbílsins, hún kostar meiri útblástur heldur en batteríið, náttúrulega, heldur en gerð bensínbíls, en ef maður á bílinn í nokkur ár, þá minnkar losun. Þetta er náttúrulega með íslenska tölu. Við gerum ráð fyrir því að menn eigi bílana svo í 13 ár. Hvort sem það er bensín eða rafmagn. Svo lítill aðgerð hérna, en hún er merkilega því að hallin á henni er svo mikill með tilkostnað. Við verjum 1,6 milljörðum, það er eina aðgerðin, í það að fá íslenska tómata, gúrkur, paprikur, tómataborðið í stað erlendra. Þeir eru ekki gert ráð fyrir að þeir eru ódýrari heldur en hinn varan. Eina breytingin er svo að í staðið þess að þessi erlendir þá verða þeir innlendir. Og það sem við
græðum á því að við reiknum ekki með tekjum megin það að nokkur íslenskum bændur fá meira að gera. Hér á því að þeir gera eitthvað annað, við erum ekki að finna þessu. Á móti þessum 1,6 milljörðum, þetta er dýrara að framleiða þetta hér á landi heldur en það sem þetta vex svona út í náttúrunni. Það er ekki að byggja í kringum þetta og kynda hita loftið. En það sem við græðum það að losunin minni af því að við sleppum við flutninginn með skít. En málið bara að losunin hún svo lítil með okkar mat á skaða sem verður af losuninni. Þá þetta mjög lítið sem við fáum tilbaka. Við fáum 200 milljónir tilbaka af þessum 1,6 milljörðum sem við eigum í framkvæmdina. Þannig að hallinn af þessari 1,6 milljarða framkvæmd 1,4 milljarð. Nú ætlar hún Sara að tala verið. Já, ég ætla að stikla stóru þessar aðgerðir sem snúa breyttum ferðavenjum og nú kannski bara skipt græði sem ég Já, ok. Einn tilbaka. Yes. Þetta eru 3 aðgerðir, 2 snúa að göngum og hjólreiðum og það er stuðningur við innviði fyrir virka ferðamáta og svo ívilnanir fyrir þessa virka ferðamáta. Og svo það borgarlínan og reyndar samhliða borgarlínunni uppbygging gleðarkerfis strætó sem svona forsenda fyrir borgarlínu. Markmið þessum aðgerðum að draga bara úr akstri með einkabílum og til grundvallar okkar útreikningum þá notum við eldsneytisspá Orkustofnunar sem kom út 2001 og gefin út á svona 4 ára fresti. Og þar verið að meta ýmsa þætti en við erum að horfa á spáum akstur bara á landinu öllu, hversu margir kílómetrar eru eknir. Og við erum að horfa á þá spá sem gerir bara ráð fyrir óbreyttu ástandi, við erum ekki að taka inn neinar aðgerðarstjórnundar en eitt svoleiðis inn í þær tölur. Já, kannski ágætt að taka fram að áhrif þessara aðgerða ef við gerum ráð fyrir þau séu mest á höfuðborgarsvæðinu og kannski einhverjum þéttbýlisstöðum, en það sem að tölur Orkustofnunar horfa til landsins alls, þá gerum við ráð fyrir því í útreikningunum og erum að horfa á það svona 56% ekjakílómetra séu eknir á höfuðborgarsvæðinu. Já. Herjá, það sem sagt af þessum aðgerðum sem við metum saman, sem stuðningur við innviði og skattaívilnanir fyrir virka ferðamáta, þá 300 milljón króna afgangur. En það ekki verið að horfa til ábata af til dæmis aukinni hreyfingu eða útiveru eða slíkt, sem ég heldur erum að horfa til kostnaðar vegna hjólreiðaslysa sem við gerum ráð fyrir að mynda aukast. Þetta eru 170.000 tonn sem af koltvísýringi sem sparast á þessum árum 2019-2030 sem það tímabil sem við erum að horfa á. Og kostnaður okkar spara tonn 8.000 krónur þegar að þá hefur sem sagt ekki verið tekið tillit til loftslagsáhrifanna en þau ekki verðmetin. Og í sem sagt aðgerðaáætluninni gert ráð fyrir 70-100 kílómetrum af nýjum stígum fram til 2034, en þannig við erum bara að horfa til 2030 gerum við ráð fyrir 70 kílómetrum, sem alveg mikil aukning, 40% aukning á höfuðborgarsvæðinu. Ferðavenjukannanir sem að Samgönguráð og Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hafa gert á undanförnum áratugum sýna að hlutir gangandi hjólandi í umferðinni hefur eiginlega bara staðið í stað svolítið undanfarna áratugi. Þannig að virðist vera erfitt að hafa áhrif á ferðavenjur með því að byggja fleiri stíga. En það gæti náttúrulega verið að kannski nýjungar eins og þessar rafskúturnar sem við sjáum muni hafa áhrif á það vegna þess að þær krefjast eiginlega að stígarnir séu betri. En við gerum líka tökum sem sagt inn í matið þessa niðurfellingu virðisaukaskatts sem að búin að vera í gildi frá 2020 og við gerum raunar ráð fyrir að sú aðgerð verði í gildi til 2030 þó svo að samkvæmt lögum séum bara í gildi til eða út 2023 eða ekki.
Þannig að og við gerum ráð fyrir að sú aðgerð svona fyrst og fremst að horfa til hjólreiðanna þá út frá því og gerum ráð fyrir að hjólum muni fjölga 3% sem ég held að sé 8.000 hjól. En verðteygni eftirspurnar eftir hjólum ekki mikil og ef við gerum ráð fyrir að eftirspurn ráðist af notkun þá má gera ráð fyrir að þau hjól sem eru keypt vegna þessara ívilnana verði kannski minna notuð en þau hjól sem fyrir eru og þess vegna gerum við ekki ráð fyrir að aukning hjólreiða sé nema 1–2%. Og í þessum ferðavenjukönnunum þá líka fólk spurt að því hvers vegna það notar ekki, eða hjólar ekki allt árið um kring og það þetta margir sem kenna veðrinu. En það samt fjórðungur sem svara því að þeir segist ekki eiga hjól og 10% fannst vanta betri eða fleiri hjólreiðastiga. Og við gerum ráð fyrir út frá þessum svörum að aðgerðirnar muni hafa einhver áhrif og muni auka þá hlutdeild gangandi hjólandi sem við gerum ráð fyrir að fara það úr 19% 2019 í 22% 2030. Hlutdeild í allri Já, í allri umferð og samdráttur í akstri síðan áætlaður út frá þessari þróun. Samdráttur í losun síðan auðvitað meginmarkmiðið með þessum aðgerðum en það líka verið að horfa til ýmissa annarra þátta. Við horfum til þess að loft- og hljóðmengun sem getur verið mjög skaðleg heilsu, kannski sérstaklega loftmengun. Ég held að alþjóða heilbrigðismálastofnunin tala að það megi rekja 4,2 milljónir dauðsfalla beint til loftmengunar á hverju ári. Svo kostnaður við bílslys líka eitthvað sem vegur svolítið þungt í matinu. En það bara bílslyskostnaður söm fyrir bæði einstaklinga og samfélagið. Og svo þetta fjárfesting fyrir stoppbrautum og viðhald þeirra. Þannig þarf ekki að fjárfesta jafn mikið eða halda eins mikið við ef að fólk breytir ferðamáta. Já, svo við að horfa á það að stoppkostnaður á kílómetra sé 200 milljónir. Af hjólastýrum. Já, á hjólastígunum. Og þetta byggt á tölum frá Eflu og þar verður maður sér gert ráð fyrir 100–250 milljónum sem veltur frá breytt og staðsetningu hjólastígana. En þarna erum við reyndar búin að bæta líka inn í kostnaði við hönnun og umsjón með verkinu. Það 7 kílómetra lagðir þá á ári. Ef við gerum ráð fyrir þetta séu 70 km frá 2019 til 2030 og árlegur stoppkostnaður þá 1,4 milljarðar. Svo einhver rekstrarkostnaður vegna viðhalds og hreinsunar og snjómokstur og slíks en hann nú ekki hár. Svo það borgarlínan og borgarlínan hraðvagnakerfi sem á að vera mitt á milli strætókerfis og lestarkerfis. Og borgarlínan ekur eftir séragreinum og hefur forgang á gatnamótum og hafa það fram með strætókerfið. En umbætur á leiðakerfi núverandi leiðakerfi strætó ákveðin forsenda fyrir uppbyggingu borgarlínu og forsenda fyrir því að sé hægt að bjóða tíðari ferðir og styttri ferðatíma og bæta aðgengi. Við erum að horfa til fyrstu 3 lótana í borgarlínunni. Það samkvæmt áætlun þær lótur sem á að vera lokið árið 2030. Niðurstaðan sú að uppbygging borgarlínu og samhliða leiðakerfi strætó komi út á sléttu. En eins og sjá má kannski í samanburði við fyrri aðgerðina þá ekkert rosalega mikið að sparast af losun. Það 50.000 tonn yfir þannig lítum aðgerðina samkvæmt okkar mati. Og við gerum ráð fyrir að kostnaður á hvert tonn sem sparast sé tæplega 15.000 krónur en þá á eftir að með þetta loftslagsáhrifum. Þannig að það má kannski velta fyrir sér hvort að borgarlínan sé eiginlega loftslagsaðgerð. Og það hefur náttúrulega verið bent á það í okkar vinnu að þetta sé kannski að það séu fleiri þættir sem að koma að þeim sem við séum ekki að meta eins og byggðaþróun, landnýting og bara ýmis skipulagsmál sem auðvitað rétt, við bara höfum ekki fjármagn til að fara í slíkt mat. En sömuleiðis erum við líka að horfa fram hjá kostnaði eins og sjónmengun við Fossvogsbrú
raski á framkvæmdatíma og fleira. Það er kannski líka rétt að taka það fram að eins og Siggi kom inn á þá höfðum við takmarkað fjármagn, þannig að við gátum ekki farið í eitthvað svona heildstætt mat á borgarlínunni, þannig að við þurftum að miklu leita að styðjast við skýrslu Mannvits og Kói frá 2020, þar sem þau mátu borgarlínuna. Og það reyndist okkur svona oft erfitt að lesa í þær forsendur sem það eiga líka fyrir. En það eru samt ýmsir þættir í matinu sem eru óháðir þeirra mati, eins og til dæmis mat á slysakostnaði, loftmengun, hljóðmengun, þörf fyrir stofnbrautir og fleira. Já, og náttúrulega loftslagsáhrifin sjálf, þetta sem okkar eigin þetta. Má ég spyrja einn? Segja eins og það endur að segja að við metum ekki loftslagsáhrifin sjálf, en það er samt fyrir að kostnaður hvert tonn sé. Já, en þess að þá eru bara, loftslagsáhrifin eru metin, sko. Ég er bara að taka fram þess að kostnað á tonn áður en við metum loftslagsáhrifin. Þannig að það sé bara hvort að hún sé ábatasöm aðgerðin, sko, þrátt eftir þau ef við erum ekki að horfa á loftslagsáhrifin. Þú veist, allir þeim alltaf loftslagsaðgerðir, þannig að það ætti náttúrulega að vera svona megin, fókusinn, sko. En svo eru sumar af þessum aðgerðum bara ábatasamar þrátt fyrir við sleppum bara ábata af minni losun. Verður það CO2 ákveðið af þessum ytri markaði? Já, það er markaði Evrópusambandsins. Það sem ákveðar alltaf? Já, það er forsendan í matinu, sko. Þetta eru sem sagt, já, þetta eru tæplega 35 milljarðar sem að við gerum ráð fyrir, eða sem sagt, það er reynda bara fengið úr opinberum gögnum borgarlínuna. Sem að sem sagt 35 milljarðar í stofnkostnað fyrir borgarlínuna. Og þessi fyrstu 3 loti borgarlínu spanna 23 kílómetra sem eru þá sirka 1,5 milljarður á kílómetr. Það er sú tala er bara svona nokkuð nálægt reynslu af slíku framkvæmdum erlendis, en svona kannski heldur í lægri kantinum. Og svo er náttúrulega mismunandi, þú veist, til dæmis fyrsta lotan þar sem á að byggja Fossvogsbrú er dýrari, í kringum 1,7 milljarðar, en seinni 2 loturnar eru í kringum 1,3 milljarðar. Við gerum ráð fyrir 25% aukningu ferða með almenningssamgöngum í kjölfar þessara uppbyggingar borgarlínu og leiðakerfis strætó. En Mannvit og Kói gera hins vegar ráð fyrir 40% aukningu. Það er þess að draga fram aðeins kannski muninn á okkar mati og þeirra. Borgarlínan, það eru þetta þessir ábataþættir sem að metum líka í fyrir gangar og hjólreiðar, loftmengun, hljóðmengun, þörf fyrir stofnbrautir og það allt. En það koma líka inn beinar tekjur, sem sagt, í formi fargjalda sem greidd eru af nýjum farþegum við þessar uppbyggingu. Svo er tímasparnaður líka annað sem kemur hér inn og það er náttúrulega einn helsti ábatinn af borgarlínunni. Þriðjungur af tímasparnaði er vegna styttri ferðatíma, en það er svona gert ráð fyrir að hver ferð styttist það 2 mínútur. Tæplega þriðjungur er svo vegna minni tíma í bið heima og við biðstöðvar og restin er svo tímasparnaður vegna styttri ferða út á biðstöð og minni tíma sem fer í að skipta vagn innan leiðakerfisins. Ég spurði einu, er það miðað við Íslendinga þá eða ferðamenn líka? Fyrir tímasparnaðurinn? Já, bara ábatinn alveg, því að styttri ferðir og svoleiðis innan borgarlínunni. Það er bara allir farþegar, já, þannig að þetta miðast væntanlega bara við alla sem hafa notað samgöngur. Já, ég myndi gera ráð fyrir að ferðamenn væru líka inn í þeirri tölu, sko. Ég er ekki viss að það sé meðlega til að aðgreina hverjir eru eftir þjóðarni. Akkurat. Já, það er síðan eitt sem að gerist þegar borgarlínan er tekin í gagnið er að ferðatími með einkabíl lengist vegna þess að þó svo umferð minnki þá tekur borgarlínan pláss á brautunum og þrengir að einkabílum.
Þannig að já, ferðatími þeirra sem að nota einkabílinn lengist, en ábati þeirra sem að nota almenningssamgöngur vegur hins vegar þyngra. Hvað gerir það fyrir að hann lengist mikið? Með styttingum 2 tíma? Erum við með einhverjar tölur Ég man ekki töluna. Nei. Það var eitthvað óverulegt, sko. Það býta ákveður lengist ferðartími með einkabíl. Það er þrengja göttum. Þannig að það, já. Sko það er Tekur nýtt út af akreinum á göttunum, sko, því að það fær undir, sko, borgarlínu. En svo eru færri bílar að færast fyrir þér, sko. Það sem við gerum náttúrulega það nægir þyngra, sko, þrengingin heldur en miklum umferðar. Strautúður, fórgang og ljósum. Já, einmitt. Akkurat. Já, svo sem sagt gerum við ráð fyrir því að verði frítíma séu rúmlega 2000 krónur. Og við gerum síðan ráð fyrir 50% álagi á virði biðtíma, bara vegna þess að það reynir á þolinmæði fólks þegar það þarf að bíða eða lendir í töfum. Og það kannski má taka fram líka hér að Mannvit og Kói gera ráð fyrir 15% hærra virði frítíma, sem að miðast í danskar tölur. Svo horfum við sem sagt líka til þess að tímaverði er 20%, í okkar mati, þá gerum við ráð fyrir að tímaverði sé 20% lægra fyrir einstaklinga í almenningssamgöngum, einfaldlega vegna þess að almennt eru það fólk með lægri tekjur sem að nota almenningssamgöngur og okkur fannst líka gagnrýnisvert að það væri ekki gert í skýrslu Mannvits og Kói. Er þetta annað mat á tímasparnaði en Mannvits og Kói? Já, þeirra mat minnum í kringum 2444 krónur. Það er ekki virði tímans heldur. Tímasparnaður, nei, ég var Nei, ég held að það byggja alveg á sömu, sko. En tengist það ekki að þið erum með 25% aukningu ferðum á almenningssamgöngum? Jú, það tengist og það er líka eftir því sem við settum út á við skýrslu Mannvits og Kói, sko. Það kannski, já. Er einhvern trade-off í þessu þannig að sko tapi hjá þessu sem þurfa að bíða lengur í bílnum á móti tímasparnaði þeim sem að komast hraðar í stæði? Já, en það var tekið fram þarna svo að ferðatími með einkabíl lengist en ábati þeirra sem nota almenningssamgöngur vegur þyngra. Það er meiri aukin ábati hjá þeim sem nota almenningssamgöngur heldur en hjá þeim sem tapa. Ég held að ferðatími með einkabílum eykst svo lítið. Þetta er eins og Ágúst sagði áðan, þetta er eiginlega óverulegt, sko. Það er nokkra mínútur. Á meðan við tala 2 mínútna og náttúrulega meira síðan ef maður horfir á annan biðtíma og ferðir á stoppistöðuna og skiptitíma og svoleiðis. Gerðu þið næmnigreiningu á tímanum? Það tíminn þarf að lengjast mikið hjá þeim sem í einkabíl? Það kemur ekki fram í skýrslunni. Við erum svolítið bundin að því að við vorum ekki með líkanið sjálf. Við vorum með skýrsluna frá Kói, tölum að vísu við höfundana, en það er svolítið annað að vera svona gíska á að vera að leika sér með líkanið sjálf. Næstu við erum beðin með það fyrir nýju líkanið. Yes, það er það komið á mér. Já, að spyrja einu spurningu. Já. Töluðum að vera að meta áhrifin loftmengun. Yes. Hvar eru upplýsingar hvaða forsendur notuð áhrif loftmengun? Það er sem sagt það sem að Siggi nefndi áðan að við erum að nota sem sagt verð á markaði Evrópusambandsins með losunarheimildir. Nei, með loftmengun. Já, það er úr skýrslu CEDEF sem greiningafyrirtæki í Hollandi sem er unnið mikið fyrir Evrópusambandið. Ég get bara... Tekur það mið af fjölda fólks á Íslandi en ekki... Nei, sko þær tölur eru settar upp fyrir sko bara flest lönd en Ísland er ekki inn í þeim lista þannig að við horfum á tölur fyrir Noreg. Já. Sem er, auðvitað ekki fullkomið en svona næst sem við komumst. Og vegur það almennt mjög þungt í þessum kostnaðarmati? Nei, það vegur kannski ekkert rosalega þungt, sko. Okay. En, jú, skiptir samt alveg máli, sko. En þetta er ekkert rosalega háar fjárhæðir sem verið að horfa á þar, sko. Það er kannski ykkur 300 milljónir þannig að 2030. Já. Ég ætla þá að fara út í svolítið
loðnari vísindi sem þessar loftslagsaðgerðir sem snúast að breytingu á landnýtingu. Þetta það 3 aðgerðir sem snúast þetta. Það skógrækt, landgræðsla og endurheimt votlendis. Það rauninni saman hugmyndin bak við þetta allt saman að gróður og landslag ákveðnu típu það getur þjónað sem mikil geymsla á kolefni í jörðinni og þegar svoleiðis landslag, hvort sem það skóglendi eða mólendi eða votlendi rýrnar og breytist í annað form eins og einhverjum sandauðnir upp á hálendinu eða tún þegar það kemur að votlendinu að þá losnar rosalega mikið kolefni úr jörðinni. Og með því að græða þetta land eða breyta því aftur í það form sem það var eða breyta því í form sem inniheldur meira jafnvægismagn af kolefni þá hægt að binda umtalsvert mikið af kolefni og koma í veg fyrir að halda áfram að losa í leiðinni. Þetta hins vegar, þetta rosalega mikið binding í þessum 3 aðgerðum. Þetta við teljum til lengri tíma í þessari aðgerð heldur en í öðrum. Við teljum til 2080 meðan flestar slík miðast bara við 2030. Og það vegna þess að við erum að gera ráð fyrir sú gróðursetning eða landgræðsla sem eigi sér stað á tímabilinu frá núna til 2030 haldi áfram að binda í áratugi eftir það. Svo við þurfum að meta í rauninni ágóðan af því sem gerist þó að því sem gert á tímabilinu þó að hann raungerist eftir skoðum tíma. Svo þetta á aðeins annarri stærðargráðu heldur en hitt. Þetta 20 milljónir tonn samtals bil sem þessar 3 aðgerðir eru að binda út frá því þeirri vinnu sem lögð á tímabilinu sem við erum að skoða. Þetta hins vegar ekki gallalaust af því að svona binding eins og Sigurður talaði um þetta telst ekki á sama hátt til erlendra skuldbindingar. Svo til þess að mæta losunarmarkmiðin þá getum við ekki talið þetta eins og það að minnka losun úr umferð eða svoleiðis. Svo rosalega mikil óvissa í þessu öllu saman. Það óvissa hversu mikið bindist í hverjum hektara af skógrækt, landgræðslu eða votlendi. Mismunandi rannsóknir sýna fram á mismunandi tölur, mismunandi umhverfisaðstæður breyta niðurstöðum. Þetta rosalega flókið og við erum bara með einfalt meðaltal fyrir hverja tegund svo það skekkjumörkin á þessum mati eru há. Og það rosalega erfitt að mæla árangurinn af þessu. Við erum að tala eitthvað sem að fara að gerast á árunum 2020-2080 og það að vita hversu vel þetta gengið það eiginlega ómögulegt fyrir eftir mjög langan tíma. Svo þetta alls svona gallar sem komið á móti. Og svo það síðasta og það eru skiptar skoðanir ágæti þessara aðgerða að öðru leyti heldur en sem loftslagsaðgerð. En til dæmis skógrækt sérstaklega hefur verið gagnrýnt mikið fyrir það að vera kannski góð loftslagsaðgerð en ekki góð náttúruverndaраðgerð. Og ég fer nánar út í það. Skógrækt rosalega öfluleg til að binda kolefni. Tré geta vaxið hratt, þau binda rosalega mikið. Kolefni sem fer í að byggja upp tréð og rótarkerfið þetta verulegt magn og það sígur umtalsvert úr loftinu. Þetta vitlaust hérna, svo ekki að pæla í því. Í fljótförnum minni tók ég held að vera 3-0 í viðbót á hann, svo þetta var eitthvað fljótfærni hjá mér í gær þegar ég var skrifur glæri, en það skiptir ekki alltaf máli. Það eru 6,7 milljónir tonna sem að skógræktin á að binda, sem það er þriðjungur af því sem að þessar landaðgerðir gera, þessar 20 milljónir tonn. Skógrækt ódýr. Það þarf ekki rosalega mikið vinna til þess að gera þetta og vinnuaflið ekki dýrt. Þetta mikið sjálfboðaliðar eða þetta þarf ekki mikla menntun til þess að fara að gróðursetja tré, en það þarf líka ekki voða mikið að vélum og búnaði, það hjálpar að vera með bíla til þess að flytja hluti út af skógræktarstöðinni en við getum gróðursetja allt með höndunum nokkurn veginn og svo fjárfestingarþörfin í vélum ekki mikið. Og það hægt að rækta skóga á landi sem ekki mikið notað
í annað. Svo fórnarkostnaðurinn af því að landið sé að fara í þetta en ekki eitthvað annað er lág. Svo það er ekki, skógræktin er ekki dýrt og matið okkar gefur til kynna að það séu 650 krónur sem það kostar að binda hvert tonn af kolefni með þessari aðferð. Það er tiltölulega mikil binding per hektar af landi sem fer undir. Það er miðað við 10 tonn per hektara á ári. Eins og ég segi áðan, þetta er ekki nákvæm tala. Þetta fer mjög mikið eftir hvaða tré eru gróðursett, hvernig veðuraðstæður eru, hvernig umhverfisaðstæður. Þetta er einfalt meðaltal sko, og svo er ferillinn ekki bein lína. Þetta gerist hægt til að byrja með og sækir svo í sig veðrið þegar trén verða stærri. Svo þessi aðferð ofmetur bindinguna snemma meðan trén eru ennþá lítil, en vanmetur það svo seinna meir þegar trén eru stærri, því að þetta er meðaltalið yfir líftíma sem þetta matur er notað. En eins og ég minntist á hérna áðan, þá er þetta góð loftslagsaðgerð, en þetta er ekki endilega góð náttúruverndaráætlun. Og það fer rosalega mikið eftir hvernig þetta er gert. Það er náttúrulega til hérna skógar eins og hekluskógar sem miða að því að endurreisa vistkerfin eins og það var með birki og öðru, en ef verið er að gróðursetja stór landsvæði með sitkagreni eða alaska ösp eða eitthvað svoleiðis, þá er þetta, já, það er eitt að náttúrulega skógrækt getur haft mjög slæm áhrif á ásend land. Það er mikið fólki sem það fer í taugarnar að í stað þess að sjá þetta fallega svona venjulega íslenska landslag, þá sjáum við einhverja greniskóga sem við mátum ekki í fjár, af því við veitum ekki nákvæmlega hversu auðvitað það væri að gera og við höfum ekki tíma til að finna út úr því, eða tíma eða fjármagn til að finna út úr því. En svo er það svona einhverja tegundir eins og grenið og aspil getur haft mjög slæm áhrif á líffræðilegan fjölbreytileika og það getur raskað vistkerfinu. Þetta bólar út einhverjum fuglum eða plöntum sem eiga heima á svæðinu og í staðinn já. En það er þá ekki sem sagt það vistkerfi sem er einstakt fyrir Ísland, heldur er það einhverjum veit að skipta því út fyrir sem sagt einhvers konar öðruvísi hlutir, og það er náttúrulega hægt að meta hversu mikið virði það er að viðhalda vistkerfinu eins og það er eða hvort það sé í lagi að breytist. En eins og því, þetta er umdeilt af þessum sökum. Það er verið að raska vistkerfinu og við metum það ekki til fjár. Þú með segja þetta sem myndir rasku til bótar? Ég býst þess að myndi segja það. Við lögum ekki sérstaklega mat á það hvort það væri það eða ekki, en það fannst rétt að taka það fram og það eru skiptar skoðanir hversu gott það er fyrir náttúruna að rækta skóga með einhverjum trættum. Það er bara að endurheimta svolítið landið eins og var við landnám, sérstaklega þetta var innan. Það er alltaf verkefni með hekluskógaverkefninu, sko. Það er verið að gróðursetja mikið birki og svoleiðis á svæði sem er nokkurn veginn bara sand og ösku auðn. En það er líka binding þar eftir að því að birki deyr ekki í öskunni eða yfir eldgos sem mæli á aðra fjallið. Já, svo það myndi eitthvað litið þar. Það að toppurinn stendur upp úr eftir gosi eða frá svo tíðu plantur, þetta er inni heilsufarsaðgerð taka þreikningin og fá mikið svo kom biti bótt eða kenn eldgos. Já, svo það er minna umdeilt og svoleiðisverkefni, sko, þegar það er að nota í rauninni að endurreisa það vistkerfi sem á að vera þarna en hefur rýrnað eftir en svona sitkagreniskógar. En þá mitt komum við að landgræðslunni sem vinnur miklu meira með þetta markmið að endurreisa vistkerfi sem hafa rýrnað, sko, og þetta er líka gríðarlega stór aðgerð þegar kemur að bindingu, sko. Þetta er meira heldur en skógræktin, þetta eru 7,6 milljónir tonna til 2080. Þetta er svolítið dýrara heldur en skógræktin. Það er viðmiðið 650 krónur á tonn. Mig grunar að það sé að miklu leyti vegna þess að nota meira land heldur en skógræktin. Það þarf
Bindingin á hektara hjá landgræðslunni bara 2,5 tonn á ári á móti 10 hjá stórræktinni. Svo það þarf eitthvað meira land í landgræðslunni til þess að binda sama magn og skógræktin gerir. En þetta ætti að vera mun umhverfisvænna en skógræktin. Þetta felst í að endurheimta gróður sem hefur rofnað og endurreisa vistkerfi sem hafa glatast. Það er mun minna umdeilt, en það er að vísu hægt að gera mistök í þessu og ég ætla ekki að leggja mat á það sjálfur. Ég veit að það er ekki endilega konsensus það hvernig lúpínuævintýrið fór. En það er allavega dæmi landgræðsluaðgerð sem hefur verið umdeilt og lúpínun er þannig algeng tegund og hefur ráðist inn á landsvæði með bola fullt af öðrum gróðri. En hún er að vissu leyti heilbogin voðalega góður fyrsti landnemi í svona ríkt landslag. Þá er það síðasta aðgerðin. Af þessum þrem þá er hún minnst. Þetta er svo endurheimt votlendis. Þetta með að 5 milljón tonn bindist til ársins 2080. Þetta er eins og líka langa ódýrasta aðgerðin. Þetta með 300 krónur per tonn sem er losað, hvert tonn sem er bindið og það þarf mun minna af landi en mínu. Þetta eru 20 tonn á ári en ekki 10 eða 2,5. Svo ástæðan fyrir því að þetta er minnst aðgerðin, það er umfang land sem fyrir þetta er minna en hjá hinum aðgerðum. En þetta virðist að öðru leyti vera svona kröftugri aðgerð. Það þarf að gera mun minna til að ná meiri fram með þessari aðgerð. Og eins og landgræðslan og svona birkiskógaverkefni þetta snýst að endurheimta glötuð vistkerfi, að þessi votlendis vistkerfi eru glatast og það með því að grafa í þessu skurði og fá þetta aftur þá er alltaf vonin sú að lífríkið sem það bjóða getur fluttar aftur inn. Má ég spyrja aðeins? Já. Þegar það tala bindingu 5 milljón tonn til 2080, er þetta ekki þá komið í veg fyrir losuna því að votlendið bindur ekki heldur votlendið kemur í veg fyrir losuna? Votlendið bindur af því að þetta snýst mismun á jafnvægismagni af kolefni í jörðinni og í votlendi þá er rosalega mikið jafnvægismagni af kolefni í jörðinni. En þegar það breytist í tún þá losnar það út og það er ennþá að losna. Ég skil hvað þú ert að tala um. Komið í veg fyrir losun úr landinu. Það var nýmyndun á mól að verulega í vorlandi. Og ég meina í gamla daga þá var verið að taka mól. Ég segi ekki aftur frá það en það er myndast stóri aftur þar sem það var búið að taka. Já. Og móri er náttúrulega bara sneitt. Ja. Svo ég meina, já, það er líka mikið partur af þess að það er komið veg fyrir frekari losun, en það er vissulega líka binding af þessu. Er þetta þá einungis bindingin eða líka uppsafnaður losun sem hefur komið í veg fyrir? Nú man ég ekki alveg nákvæmlega hvernig forsendurnar voru, en við notuðum allavega. Það er bæði þegar þið voru í ígildi? Ég held þetta sé bæði, já. Það er sett fram í ígilduna sem er alltaf stundum að tala um bindingu og stundum að koma í veg fyrir, en grunninn er að vera Já, við allavega metum að jafnst til fjár í þessari greiningu, en ég man ekki hvernig forsendurnar bak við það voru nákvæmlega. Það er einhver efi vísindin bak við þetta. Það var eins og komið fyrir á árinu eða eitthvað sem gaf til kynna að losunin frá framleiðslu votlendi var umtalsvert minni heldur en áður var haldið fram. Það er svolítið út fyrir mitt aðeins við að leggja mat á það hvað er rétt að þessu leyti, en við allavega við forsendurnar eins og þær voru fyrir að vinna í þessu í fyrra og þetta er niðurstaðan á því. Svo bara svona rétt í lokin þá er þetta samantekt á
heildarlosun sem spöruð eða bindingu sem aðgerðirnar eiga að valda yfir tímann. Þessar þrjár hérna, stærstu súlur, þetta eru landaðgerðirnar, þetta eru landgræðsla, skógrækt og votlendi. Helmingi meira heldur en hérna flúrgausinn sem þar á eftir stærsta og stærðargráði yfir flestar aðgerðirnar. En það alltaf verður að hafa í huga að þetta er líka að taka fram bindingu sem á eiga sér stað löngu eftir tímann sem allar þessar aðgerðir útskoðaðar. En svona ég vildi bara sýna þetta til að sýna fram á að þetta eru mjög kröftugar aðgerðir þó að það séu kannski að hafi sína galla líka. En þá ég búinn að Ágúst, þú næstu fyrir Má ég spyrja einu, því að þú veist að enda að segja eins og landgræðsla aðgerðirnar verða að eiga sér stað yfir 60 ára tímabil og 70 ára tímabil. En tökum fiskimjöli sem þá var að hugsa sem einskiptis aðgerð og samdráttur sem verður af henni rauninni bara metin á 10 ára tímabili en af hverju ætti henni fyrir metin á eins jafn löngu tímabili hinum aðgerðirnar við þetta samræmis? Hugmyndin sem sagt sú að ef það er að koma í veg fyrir losun sem að taka á sig einhvern kostnað til þess að losa ekki á því tímabili. Svo í hvert skipti sem þú ert ekki að losa eitthvað þá ertu að taka á því kostnað og það er að meta kostnað og losunum sem spara á sama tíma. En með landaðgerðirnar þá er þetta meira eins og fjárfesting. Að þú ert að fjárfesta í því að græða land eða rækta skóg og svo heldur náttúrulega binda í langan tíma. Svo tíminn sem við erum að skoða er tíminn þar sem fólk er að vinna í þessu. Minni reyndar með fiskimjöli að það er náttúrulega fjárfesting í nýjum búnaði að þar reiknum við aðgerðirnar alveg út. Ég held að það sé 25 ár fram í tímann. Eitthvað svoleiðis. Og líka með rafbílana þá er það að skoða alla ævi bílana sem við kaupum. Þó við skoðum bara bílana sem keyptir til 2030. Þannig að líka við fjárfestingarinnar En það var einn möguleiki að takast á við þennan vanda og það var að gera eins og peningamegin að afvaxta tonnin. Þannig að tonn sem að sparast eftir 80 ára það sé bara afvaxta með sama hætti. Við gerum það. Við gerum það? Það er afvaxta, það er bara missunni ásynni fyrir að stanna á. Já, þannig að þegar þú skoða tonn þarna og versus tonn eitthvað annar staðar þá er búið afvaxta. Já, tonnin sem við erum að gjaldfæra fyrir 2079, það er miklu minna verið heldur en Já, í krónutölunum, en þegar þú skoða hérna CO2 losun. Já, þegar við gerum það. Þá gætur bara nota svona formúla. Við hefðum líka getað nota bara afskriftir ef við getum hérna. Já, í þessari mynd, já, það getur verið að í þessari mynd séu við yfirleitt bara að horfa á hvað sem gerist til 2030. Já, þetta er náttúrulega bara losun. Manni er ekki svo, hvernig þetta er, manni er alveg hvernig. Þú er alltaf sá sem þetta að við erum að telja losun sem sparast, það er bindingu sem á sér stað eftir tímabilið ef vinnan eða fjárfestingin sem þurfti til þess var gerð innan tímabiliðs. Þetta er stundum gert peningalega með scrap value og þá getur við hugsað þetta með sama hætti að taka það sem verður eftir 2030 afvaxta það allt saman og segja það er bara scrap value af þessu og bæta því. Við byrjuðum á því með margar af þessum aðgerðum sem ákváðu bara að taka bara fjárfestingunum metana út líftímann. Það er erfitt að vera með þessi scrap. En ekki alveg sem bara með virkinn. Það verður að meta virkinn. Já. Þannig að það er ekki rótsönd sem kemur eftir 60 og hversu mikið sögðu er nú. Nú erum það Já. Ég spurði varðandi grænmetisframleiðsluna af því við erum að skoða losun á beina ábyrgð Íslands en sá innflutningur engin alþjóðlegar siglingar sem falla ekki undir beina ábyrgð Íslands. Eru það að reikna með öllum flutningum? Já, við gerum það. Þetta er aðgerð og losun hérna heima er að beinna aðgerð í Íslandi. Þetta er alveg samræmi í þessu hvernig við tökum og losuna vegna innflutnings. Hún er bara metin eins og hverjum losun sem væri þá okkar ábyrgð. Skoða eitthvað líka matvælaöryggi og afleiðingar af því, ég veit að það er sem því mest
að taka þetta í Íslandi? Sko, það náttúrulega matvælaöryggi það er mjög flókinn útreikningur, sko, og það þurfti að finna einhvers konar, það þyrfti í rauninni bara að taka sér forsendur áhættuna af því að við þurfum á matvælaörygginu að halda. En nei, við tókum það ekki með reikning. Það er reyndar aðeins, sko, að því að ég talaði um þetta áður, að með öryggi, sko, við tala líka um orkuöryggi, þess vegna þurfum við að framleiða orkuna sem við búum til sjálf, sko, en ekki líka frá útlöndum, þannig að við veit alltaf hvað gerist, það eru stríð og allt getur gerst. En og saman með matinn, að á árum fyrri heimsstyrjaldar þá var hækkuðu kolum mikið í verði og þau voru notuð mikið kyndingar. Þá fór fólk það fór menn að nýta mókaðirnar aftur sem var búið að loka fyrir löngu og menn fór líka meira að segja að nýta sko surtarband. Það voru námur á Tjörnesi til enda og í Dölunum voru surtarbandsnám. Það voru náttúrulega rándýr en þau voru samt ódýrari heldur en þessi dýru kol sem kom frá útlöndum. Og þetta voru bara fólk að bjarga sér. En svo hætti styrjöldin, kolin eitthvað aftur í verði. Þá áttu við að halda áfram að nýta surtarbandsnámurnar bara því við vitum ekki hvað gerist. Eða eigum við bara að flytja inn ódýr kol og vona það besta og vitum að við höfum surtarbandsnámurnar getum nýtt þær sko, þegar á þarf að halda. Það er líka spurning með sko, matvælaöryggi sko, frá sjónarhóli alls heimsins, þá er verkaskipting, það er ekki vafa að verkaskipting borgar sér. Borgar sér að við veiðum fiski sem í kring, flytjum hann til Spánverjana og flytjum inn appelsínu frá þeim, sem þeir framleiða miklu ódýrara heldur en við myndum gera. Þannig að þetta er ekkert svona upp úr skorið að við eigum bara að helst að einbeita okkur á okkar og framleiða alveg fyrir okkur og náttúrulega kannski hugsa aðeins út í það hvað við myndum gera ef eitthvað vont gerist. Við mátum líka með viðskiptatengsl að ef það er að kaupa hveiti þegar enginn vil selja hveiti þá munar miklu að hafa viðskiptatengsl við eitthvað sem er að selja. Þannig að það má segja að til að efla matvælaöryggi þá sé kannski best að kaupa sem víðrasta og hafa sem víðtækust viðskiptasambönd sem er þá hægt að kalla á í krísutíma vegna það þýðir ekki að banka á dyrnar og segja að ég er í vandræðum og þá segir ég bara, veit ekki hver þú ert, ég hef aldrei séð framan þér. Norðmenn reynda mátu svona tilvist að geta þess að hafa svona köllum matvælaöryggi sem væri þá að hafa aðgang að náttúrulega sama framboði yfir einhver tíma. Og þá breytti ekki breyta nýstöðunni en neitt sko eins og það er breytt nýstöðunni að fara í surtarnámuna að fara í það. Og það mælist alveg tiltölulega hátt sko. Þannig að það er náttúrulega líka, það eru hagræn ónót fyrir þegar þú ert að breyta nýttusamsetningunni einhvern veginn. Þó að það sé að það bara að kaupa tómat sem er eins og öðruvísi bragði sko. Þannig að þetta er alveg svona. Þannig að ég ætlaði að tala menn eru alltaf Þjóðverjar, þeir voru að niðurgreiða eigin kolanámur. Þannig að kolatónin hjá þeim kostaði $20. En einföld kol frá Ástralíu kostaði $20 á drýmur í hand. Samt voru þeir að sko bjöflast í sínu kolanám út af einhverju aldrei orkuöryggi. Það var gert sko gerður í marga áratugir, ég veit ekki hvað það en fólk er alltaf að ákveða. Það er alltaf líka svona stjórnmálaríkill í heiminum sko að kaupið er atkvæði þegar þér nú frekar verðmætt en ég kannski sagði það upptöku, það er ekki alveg Þannig að já, hérna er þess að með skólabókardæmi það aðgerð svo ættir ekki að meta í kostnaðar og ábatamati fyrst og fremst að því að hún er hluti af öðru samningum sem þarna sá Evrópska efnahagssvæðinu. Þannig að ef hann stillir þessu upp sem raunhæfa kosti hvort það ætlar að hætta urða eða ekki að þá þyrfti að stilla þessu upp á móti það ætlar að hætta í EES-samstarfinu eða að urða áfram. Þannig að það er strax ákveðin galli við þetta. Þannig að við gerum það ekki, við lítum á það þannig að
ef þessi aðgerð í tómarúmi og markmið með henni að losa minna, sem þá aðgerð í loftslagsmálum, spurning eigum við þá að hætta að urða eða ekki. Og aðgerðin sett fram 2019 og þá tvíþætt og fóðum mig endilega leiðrétta mig með skilgreiningarnar á úrgangsflokkunum. En sem sagt, og það vist ekki, það er ekki alveg svona konsensus þær í opinberum skýrslum heldur. En sem sagt, það átti að banna urðun lífræns frá og með 2021. Það hefur ekki gengið eftir, sem við sjáum. Og síðan átti þess að banna þess með kalla lífbrjótanlegur eða úrgangur frá 2023 og við áttum að sjá til með það. Og það sem við græðum á þessu inn í okkar það bara þessi minni losun. Það er fyrir utan líkanið það sem ég að tala um sem virði óháð notkun, þessi non-use values, það getur meira vel verið að mér líði bara almennt vel að það sé ekki verið að grafa sorp í jörðu einhvers staðar og ég vilji einhvern ástæðum frekar hafa hinsegin og það hafi bara eitt og sér virði fyrir mér. En við erum ekki að skoða það, en það sem þetta kostar bara gífurleg innviðafjárfesting í jarðgerð og eða sorpbrennslu og svo þarf að kalla þetta á aðeins meiri flokkun og umsýslu heldur en hjá okkur nú þegar og það beinist þannig kannski fyrst og fremst að okkur sem einstaklingum. En í dag þetta sem við urðum ekki, sem fellur undir þessu úrgangsflokka, núna alveg bara brennt erlendis. Og við erum þá að gera ráð fyrir því að við myndum taka það inn til okkar líka. Í samtali við aðalana sem að sjá úrganginn þá það að tala um að þessi raunhæfast að brenna þetta allt saman. Það aðalega þegar þeir eru sneggri að koma upp sorpbrennslustöð heldur að finna út úr þessu almennilega jarðveginn og það byggir reynslu á Gæju sem í jarðvegstöð í útjaðri borgarinnar. En við að einhverju leyti leyfum stjórnvöldum að njóta vafans og miðað við að þau nái sínum markmiðum í skiptingunni í því hvað fyrir jarðveg og hvað er brennt. En þá á móti kemur að það nánast engin metanbílar eftir landinu, þannig að það yrði til metan frá sorpbrennslunni, en við erum ekki að gera ráð fyrir því að það selt, því að það svona umfram framboð á metani nú þegar. Þegar þú brennir sorp þá ferði varma til húshitunar sem erlendis mjög varmætur, en við erum nú þegar með hitaveitu og þú þyrftir þá að það fá eitthvað út úr í að staðsetja risastóra sorpbrennslu á lághitasvæðum og þá fermað druslu þangað. Þannig að við erum ekki að gera ráð fyrir því að það gangi heldur. Það hefur ekki ennþá tekist að fá notaða moltu úr Gæju, þannig að við erum ekki heldur að gera ráð fyrir því að þau ná að selja moltuna sem yrði úr þessu framtíðarverkefni. Það má vel vera að það verði og það þá bara til þess að ef það gengur eftir að þá myndi það teljast til meiri ábata við verkefni. Þetta ekki í skýrslunni beint, ég var með mjög leiðilega töflu þar yfir þetta en ég tók þetta bara inn á vefnum Umhverfisstofnunar. Þá getum bara sagt að þetta lífúrgangur sem það sem átti að banna 2021, það svona sem að gagnvart sem allavega mér bara sem ég hélt að væri bara lífrænt og það svona hugtak sem að rúmast innan þess að vera lífrænn úrgangur eða lífbrjótanlegur úrgangur. Þannig að þau sjá skilgreiningar hérna og þið getið þá bara kynnt ykkur það eða vilja. Þegar við erum að gera greininguna í fyrra að þá var árið 2021. Þá var allavega ekki boðið fyrir marga hverja að fá brúnartunnur og við höfum að hringja hringinn hérna á sveitarfélögin og hvenær á að bæta úr þessu þegar þar sem þetta ekki nú þegar möguleiki og þetta alltaf á leiðinni og þetta alltaf ekki enda komið í Reykjavík. Þannig að við gerðum bara að færa alla aðgerðina til 2023. Við miðað það getur þá og svo metum við hana til 2030 og við leyfum okkur að gera það af því að við reiknum allan kostnað við innviðina þeir eru færðir þeir eru afskrifað sem Þórólfur var að tala um, stofnkostnaður, rekstrarkostnaður og framkvæmdakostnaður allir saman með stjórnunarkostnaður eru tekið meðaltal af því og afvaxtað yfir árin. Það kemur inn á þessu og spyrjum á það. Við spáðum síðan einfallega út frá tölum meðal úrgangs hjá Hagstofunni hvert umfang lífúrgangs yrði. Sjáum líka bara til gamans hvað lífúrgangur pínlítill hluti af því sem lífrænn eða lífbrjótanlegur úrgangur. Og við erum að ganga út frá því að hlutfallið af lífúrgangi í úrgangi almennt sé föstu hlutfalli við
mannfjölda og svo það bara að skoða það mannfjöldaaukninguna cirka, hvernig umfangi myndi aukast. Og ég var að leika mér að keyra við myndum að leika okkur að keyra alls konar tímaraðalíkön, en á endanum verið þetta, helst ég að keyra þetta þá á 5 ára athugunum, þannig að ég get þannig sér bara leikið mér að finna flott líkan, þannig að ég nota bara með þetta. Og síðan þannig að þetta umfangið eins og það ef að Gaia væri, og ég ætla ekki að taka afstöðuleg til þessu, því ég bara þekki ekki nákvæmlega hversu vel Gaia að standa sig. Sumt fólk sem við tölum við mjög óánægðir, aðrir hafa miklar væntingar, en við erum að leyfa Gaia að njóta vafans, þannig að við erum drögum frá þessari röð starfsemi Gaia, þannig að við erum að ganga út frá því að Gaia myndi ráða við sitt magn, við rauninni þannig séum keyra 95% afkastum, aftur líka annar mál, en allavega þannig að við erum að horfa á það þessa röð hérna starfsemi Gaiu inn í þessu, og ég að segja þá hérna það eitthvað rusl til, og ef ég get urðað áfram eða þá að ég fara að brenna það og gera jarðveg úr því. Og hérna kostnaður við þetta gagnvart neytendunum að ég ekki með mælingu af því hvað fólk lengi flokka heima þessu. Við höfum kannski alveg bólmagn í að kanna það sérstaklega heldur, en það framkvæmdin þetta þessi gagnvart þeim sem ég ekki nú þegar með svona tunnur, og þú fengir svona brúna tunnu heimtegin, svona, hvað ekki, 120 lítrar, segir það ekki, jú, svona það helmingi minni heldur eins og hefðuna svarta ristötuna, og hérna þú þurftir að fylla í hana og hún sótt sérstaklega, og það tekið gjald fyrir hana sem á að vera á svo dekka aftur bara kostnaðin við að vinna úr henni á sætinu. Og vantarlega og þetta þín leiga á tunnunni líka. Og ástæðan fyrir að tölunar og þessari greiningu á einhverju bili það að við höfum enga forsendum til að áætla hvernig fólk myndi hegða sér við þetta. Þess að tekur brúnu tunnuna sem hreina viðbót heima hjá þér, eða minnkar við gráu tunnuna sem mér finnst vera svört á móti. Hún 240 lítrar og jafnaði sem sagt fólk ekkert að fylla þessar svörtu tunnur. Þarna í þessum könnunum sem Sorpa hefur verið að gera, þá meðal fylli á þessum gráu tunnum 20–55%. Þegar þá að fyrir með á einstaklingina þá ættir að geta skipta henni niður, svo fengið minni grátunnu sem ódýrara fyrir heldur að vera með stóra grátunnu. Spurningin þá þessar brúna tunnar hrein viðbót heima hjá þér, eða ferðu í svona kostnaðarhagræðingu hjá þér og ferðu minni grátunn á móti. Þannig að við erum bara með, þannig að það býr til 2 sviðsmyndir hjá okkur sem það að allir sem eru ekki nú þegar með brúnatunnur, að þeir fá bara brúnatunnur sem hreina viðbót hjá sér, eða þá að þessi sömu einstaklingar skipti grátunninu sín út fyrir minni. Og það svona ákveðin option value líka í því að vita að ég held áfram grátunninu minni og ég get haldið áfram henda henni. Og kannski bara, þú getur ekki skipt út bara í desember þegar það er mikið drastlegar og fengið stittartinn, þú verður að vera með hann allt árið. Svo og restin af forsendunum þá þessar að einmitt að Gaia komin til. Við erum að bera saman kostnaðinn af því og það ábatan í losunmælt, sem ef þú myndir urða þennan lífræna úrgang sem fellur til á næstu árum, eða þá þú færir að brenna hann eða fara í jarðvegsgerð. Og við erum að skoða þá tölur og kostnaðartöluna sem við erum að horfa í úr hermunum í austurlönd Bandaríkjanna. Við veljum þær þar færir saman fyrir sömu greiningu á því hvað kostar það að brenna umfram það að urða, og það kostar jarðvegsgerð umfram urðun líka. En ekki það ekki koherens í þessum mælingu frá Evrópu hvað kostar að brenna, það var alltaf bara ætlar að brenna eða urða eða ætlar að fara í jarðvegsgerð, það er aldrei sömu greiningu. Þannig að þessum erum við að nota þetta, og þá þetta er að verðlagi 2019, og þá fyrir hvert tonn sem að þú brennir, að það kostar það 17.000 krónur cirka umfram það að þú urðir. Og jarðvegsgerðin tiltölulega ódýrari, þannig að hún mjög hagfelld að reyti, en einhverjum ástæðum þá gengur það í stíl að koma við. Þannig að fyrir hvert tonn sem þú setur í jarðvegsgerð frekar en að urðara, að þá borgaru bara 2.500 krónur veitalega. Þannig að því leyti miklu hagfelldara að fara í jarðvegsgerð frekar en að brenna sorpi.
Sérstaklega að horfa til þess að í koltvísýris ígildum að þá losar sorpbrennsla bara helmingi minna en auðun, samfellingur, en jarðvegsgerðin losar bara 50 á við urðun. Þannig að þá en aðgerðin kemur út í, þannig að nú eftir ábata af þessu metri eins og alls annars þar eru bara koltvísýris ígildin og hann á að vera svona cirka 6 milljarðar og kostnaðurinn á bilinu 6,2 til 10,8 milljarðar, þá yfir frá 2019 til 2020. Þannig að í nettó þá að koma út á cirka sléttu ef að allir einstaklingar eru skipta yfir í brúnatunnu og eru algjörlega hlutlausir gagnvart því hvað verður úrgangi eða þá ef að brúnatunnu er hrein viðbót og þá þjóðhagslegt tap að þessum 4,8 milljarðar. Og þá helgast þetta af því að við varum að horfa til lengri tíma eins og með trénu eða eitthvað svoleiðis að þá myndum við mögulega þá ættum við ekki að vera að sjá fram á eitt annað heldur af því að við erum að gera eins og Þórólfur var að leggja til áðan hér að hérna erum við að núvirða kostnaðinn líka frá yfir á tímabil. Þannig eins og ég sagði einhvers staðar, ég tek til stofnrekstrar og stjórnarkostnaðar og inn í því og oft spurðust landnotkun líka inn í. Þess munurinn á frumkostnaðar þar þá samt svo að þú myndir ekki vilja búa, þess að þú vilt ekki búa við hliðina á urðunarstað, þá viltu heldur ekki búa við hliðina á sorpbrennslu eða einhverju jarðvegsgerð. Þá glærarnir okkar búnar. Þannig að útkoman var svo að það var... að það sjóðslegur ávinningur af þessu var ef allir skipta minnka við sig svartatunnuna móti líka, þá var cirka 0, það var mínus 0,2 milljarðar tap, eða þá að ef brúnartunnin er hrein viðbót hjá þér, þá var að því leita ákveðin kvöð á því, að þá var þetta 4,8 milljarðar. Þetta stengst að fara á til. Hún nefndi lághitasvæði var tekin í ábatamatið sú sviðsmynd að svona stöð væri sett upp Vestfjörðum eða einhvers staðar sem kostnaður hýta töluvert með. Við könnum að hvort það væri ástæða til þess að taka það með inn í og það væri rauninni þá metið algjörlega óraunhæft. Og það var aðalega það því að þá varum við með eina safnstöð fyrir landið sem væri sem fara með allan úrganginn þangað. Það hefur verið skoðað að eitthvað sveitafélag, miðlægt sveitafélag myndi taka þetta að sér. Þau eru ekki í lághitasvæði. En spurningin væri samt sem áður á minni skala mögulega væri skynsamlegt fyrir Vestfirði að vera með sorpbrennslu hjá þeim fyrir henni. En það en aðgerðin ekkert útfærð þannig. Og þá mögulega, það getur það verið lokal ávinningur af þessu í þingtöðu. En við erum ekki að skoða það. Er það rétt skilið að þessi skipunum brennslu kemur á Evrópsum? Evrópska efnahagssvæðið. Já, það var þessi kröfum að það megi ekki lengur það. Já, brennslan ég ætla ekki að fullera neitt þessi tilskipun að láta af urðun. Og hún síðan tekin, það þá inni þessu borgarlína skipulagt bara sem slíkt og svo það tekið inn í þann aðgerðapakka. Þetta skipin kemur það að þeir hafa svo lítið pláss heima og sér. Mögulega, Það er ekki lósin, það er mikil umfjörður lósin sem kemur út úr þessu úrurðum. En þú sér í þessum koltvísýris ígildum að þá, ef það var með jarðvegsgerð að hún losar 1/5 á við það. Þetta máli bara að í áætlun stjórnvalda hvernig þau fara með úrganginn að þá gera þeir ráð bara fyrir vissri jarðvegsgerð og restin sé sorpbrennsla og ef að það væri, ég bara veit ekki hvort það væri físiskt mögulegt að fara með þetta allt í jarðvegsgerð, þá væri það að öllu líkindum þokkalega hagkvæmt. Með þetta verð sem núna? Já, með þessu verð, til 2030. Þessi urðun losnar svo mikið að metan í þessu. Þegar það brotnar niður þessi lífmetan í urðun og ég man ekki hver hlutfallið á þessu en 1 tonn af metani sem losnar upp eru
mörg tonn af kolefnisjafningum. Þetta er rosalega pótent gróðurhúsalofttegund. Og það er rauninni borgað sig að brenna metanið frekar en þá breytist það í koltvísýring sem er miklu minna í vægi. Þess vegna er ástæða fyrir að sorpbrennsla er rauninni loftslagsaðgerð og það hljómi ekki í þannig að brenna þetta sé gott fyrir umhverfið en það er skárra en að leyfa því að óta fyrir og breytist í metan. Verðið sem við notum sko fyrir tonn kolefni, 5-10% á ári, er það sko eftir verðbólgu eða hvernig það? Nei, þetta er allt fyrir verðbólgu. Já, þess að það er þarna losunarmarkaðurinn, sem við tekið alveg fyrir, hann er svona nær til sko, það sem við kallar losandi atvinnugreina, sem eru þá svona mikið orkuframleiðsla og svo eru flugsamgöngur og hugmyndin er að koma á fót sem hliðstæði markaði fyrir samgöngur og fleira sko. Og rauninni erum við að dekka þann hluta bara með kolefnisgjöldum í dag. Þá er hugmyndin að ef þú þarft að gera staðið skil gagnvart, ef þú þarft bara flugfélag, þá þarft að gera staðið skil á þessu losunarbókhaldi að þú eigir heimild fyrir þinni losun yfir árið. Og svo þetta er inni, þetta er svona svolítið eins og að gefa sko aflaheimild með kvóta og svo þetta er svona minnkar heildar aflamarkið alltaf með tímanum og það neyðir þig rauninni til þess að fara í umhverfisvænar aðgerðir til þess að draga úr þinni losun inn í þessu. Og þá er markaðselementi í þessu er það að ef ég er að skila mínu losunarbókhaldi ár og ég á afgang, þá get ég annað hvort selt afgangi minn eða ákveðið að nýta mér hann til framtíðarinnar þegar ég er inni með vinnúli. Og þannig verður hann að verðmæti og það hvetur mig þá líka til þess að ef ég er í stöðu með mitt flugfélag til þess að losa mikið úr losun samanborið við annan, að þá er skilvirkni elementi því að aðrir styrki mig í mínum aðgerðum og kaupi losunarheimildir af mér ef að þau eru ekki að ná með góðan árangur í þessu og ég. Önnur efni í þessu losunarbókhaldi er CO2. Þessi koltvísýringsígildi. Það er allt. Það er allt í ígildi. Þessi gróðurhúsaáhrif. Metanið vegur miklu meira heldur en það er fastbindisskráning á þessum. Það er bara þá sífellt upplagt mat, sko, þetta er bara svo þorskígildin, sko, þetta er bara mjög svipað í fiskveiðistofnuninni, sko. Það er gengið milli ákveðna CO2 og metanfins. Já, ég hugsa það sé eitthvað bara einhver efnafræði þá. Já, það er bara eins og bara með þorskígildin að þau breytast líka, sko. CO2 og byggasöfn, CO2 og plast. Það er bara alveg eins og með fiskinn, þorskígildin hefur breyst, sko. Uppboðskerfið, sko, það er rauninni eins og vel með gullfót, sko, það er alltaf koltvísýringsígildi, alveg saman hvað, en síðan bara hvernig það sjálft er reiknaði í hluti, þegar það kemur ljós að kvikusilfur er svona mikið verra en eitthvað annað, þá fara meiri vikt í koltvísýringsígildi þegar það kemur, það er bara uppvægt reglulega, sko. Það er ekki samanburður hversu mikil gróðurhúsaáhrif tiltekin lofttegund. Jú. Þannig að ef metan hefur 200 sinnum meira áhrif heldur en koltvísýringur, þá hefur það 200 sinnum meira. Já, í rauninni, sko, eitthvað þannig. Þeir eru að tala um þess að hagfræðingar eru ofta að tala um sig, sko, þorskígildi, sko, þá er það að hugsa hvað ferði þess að setja náttúrulega leiðirnir líka, eða þess að þá minni mig að þetta sé. Það er eitthvað hugmyndafræði á bak við það hvernig það er reiknað út, það er önnur saga. Það er svolítið hugmyndin er þá að segja að ef allir fiskur væri þorskur, þá verður þá mikið pening fyrir það. En það er reiknað út frá verðmæti á aflanum þegar hann kemur að bryggjunni, það er ekki spurt hvað það kostar að ná í aflan, þannig að sköpuselur og þorskur, það er mikið munur á kostnaði. Já, það vísir svo. Þannig að þetta var skárra með koltvísýringsígildi. Það væri ekkert mál að leiðrétta það. Já. Hvað segir þið? Eitthvað fleira sem þið viljið ræða? Eitt komment hérna sérstaklega til Söru, sko. Við erum að fara Danmörku þetta. Já, og alltaf sem lesa dönsku, þá er það mjög góða bók sem við lesa. Við lesa dönsku. Hún heitir sko Grænfötin keisarans. Þetta er ekki sko eða fyrst og fremst spilli og hugmyndasögur fyrir eitthvað eitthvað svona menn að hugsa sem þetta 50 ára sko. Og sérstaklega þessi svona loftslagsumræða sem einkennist svona svolítið eins og svona orthodox orðakenning, það er einhver ræstu prestar og þeir bara gefa línuna og aðstæða er bara vitið svo. Þetta er sem þetta ræðislega skemmtir hann til þessari bók sko. Og þetta tekur ekkert á því, hann tekur bara vísið til svona
hann bara feisvalið. Þá er bara það, eins og ég sem hafði kennt tímaraðir í 40 ár, að ég sé það núna að fyrir 40 árum ég var að byrja í þessu, að það voru hagfræðingar mjög efins tímaraðafræði. Bara þau beinist niður á sem tímaraðis. En ég sem tímaraðar sé það, að ég borða sem sá hítamælingarnar. Það eins og síðan, það bara CO2 hefur aukist svakalega og ef að CO2 væri að hafa einhver áhrif stýnunar að þá það er sem slæmt stefni jörðin væri sjúklingur, maður veit hittan og það væri þá auka lífeyrisskattur. Þá myndi maður strax segja að þetta virkar fyrir leitt. Ég held að umhverfismálin sé áherslu CO2 á útgöldum og einn góðan viðenda að útgöldum hendi í Evrópu og segja bara að hefur þetta misskilningu. Þá hendi það að stimpla alla umhverfismenn út frá þessu reynslu CO2. En ég held að stemma náttúruna hérna með það. CO2 og plasti sé bara skaðað, CO2 er náttúrulega skaðlaus lofttegund, íslensku sem næringu og það er alls ekki svo óvíst að meira CO2 sé hita yfir. Það er bara, ef þú horfir á tímaraðan og sér það þetta getur bara ekki verið. Þetta er hægt tónum. Ég er ekki tónum. Þetta bara sem sagt á margir svona aðskóð sem að fórstu tímaraði sér gegn áratugi og þetta er vita þeir og það blasir við hins vegar upp bara pólitískt og einn af þessum stofna sem forecasting í meðutan en sport aðstöðum, stofna 2 akademísk skipnum spálíkum, Journal of Forecasting og International Journal of Forecasting. Hann kallar þessu umræðu bara andvísindarlegan pólitíska málið sem það séu. Og þarna þurfum við eins og núna höfum við gefið upp í það. Setjum bara face value á þennan verðum sem Evrópusambandið skammtar. Og þannig að við verðum einhvern veginn að aðlagast þessu og gera það sem ógeðslega hagnast fyrir lán. Það er sem að það er. Meiri? Þannig að við erum búin að vera í 1,5 tíma, þetta er bara mínar umræður. Þú bókaði 2 sko. Við erum eitthvað skilningar á netsölu. Já. Vitið eitthvað, hvernig þessi niðurstöður verður notaðar? Það er ekki hugmynd, líklega ekki. Ég hugsaði að það var einhverja mjög flotta súpur í ráðum. Ég ætlaði nú að fá að segja svona áður með ykkur að ég er bara okkur til hamingjum með að vera búin að leggja þessa miklu vinnu í það. Þetta er eins og með alla kostnaðar ábyrgðargreiningu að þegar þeir að lista upp hvaðan fengu forsendurnar og líkönin voru fenguð ekki en einhverja óljós og frásögn eða eitthvað svoleiðis. Þetta er það sem að og ég hef lagt áherslu á það þegar ég í gamla daga kenndi kostnaðar ábyrgðargreiningu. Þetta er það sem okkur er skapað og þetta verður við að búa til eitthvað úr þessu og ég finnst að þið hafa komist vel frá því og vildi koma því á framfæri. Takk fyrir því. Það er engin efni að taka við sér sko. En já, til þess að svara sko spurningunni að við fengum við vorum fundið á þriðjudaginn með við komum að athugasemdir varðandi einn kafla hjá okkur og bara ok. Þá voru þau að vísa í eitthvað plagg frá einhver ályktun frá aðgerða á þannig hópnum held ég sko. Þannig að það er ég var bara á eftir að skoða það með fyrirvarum það en það sem okkur og það sagt þar er að þetta snerist rafbílakaflann og þau voru að gera athugasemdir við eitthvað fórstu þar sem er bara vel. En við fáum út af þessi aðgerð sé mínus en síðan í því sem að vísa þarna til í samtali þá hljómaði það var svona eins og það ætti þess að halda bara áfram með það sko. Þannig að það er það eitt dæmi það sem er gert sko. Við veitum ekkert til þess hvort þessi að forgangsraða aðgerðir sem við teljum sérstaklega ábætasama fram yfir aðra til dæmis en þú leðis heldur sko. Það er ekki rétt að svoleiðis og kannski þess að selja eitthvað þannig svona með. Það er náttúrulega utan við matið okkar sko. En sko OECD er búið hvað þetta er annað að benda á skort á kostnaðar ábyrgðargreiningum í íslenskri ákvarðanatöku og þessi vinna ykkar hún hjálpar til við að draga fram aðferðafræðina og ýta undir það að menn reynir að bregðast við þessum aðferðafræðum.